ISCC-vottunin stendur fyrir International Sustainability and Carbon Certification. Hún gengur út á það að sýna fram á sparnað í losun á gróðurhúsalofttegundum, koltvísýringi við framleiðslu á vörum. Já, í dag erum við með svansvottun á prentsmiðjunni okkar á Höfðabakka. Oddi hefur í gegnum tíðina lagt áherslu á að fara vel með og ganga vel allar auðlindir og við vorum fyrsta fyrirtæki til þess að hljóta umhverfisviðurkenningu Reykjavíkurborgar 1997. Í þessu tilfelli þá fórum við út í það að fá slíka vottun fyrir okkar framleiðslu vegna þess að við erum að selja okkar framleiðslu inn á sambærilega markað og til þess einfaldlega að vera gjaldgengir á því markaði þá þurftum við að sýna fram á það hver verður raunverulegur ávinningur af því að framleiða okkar vörur með þessum hætti. Við heldum ákveðum árið 2006 að finna okkur kerfi sem gæti virkað fyrir okkur til að halda utan umhverfisstarfið okkar og fengum úttekt til að meta hvaða umhverfisáhrif fyrirtækið ylli og í framhaldi af því þá völdum við að velja Green Globe sem heitir núna Earthcheck og sóttum aðild að því kerfi. Carbon Recycling íslenskt tækni- og nýsköpunarfyrirtæki sem hefur þróað aðferð til þess að endurnýta koltvísýring, framleiða úr því vörur. Ávinningurinn kannski fyrst og fremst það að við getum sýnt fram á með óígildandi hætti að þessi aðferð sem við erum beita kemur til með að draga úr losun á koltvísýringi og varan sem slík er mjög sjálfbær í samanburði við það sem er í boði annars staðar. Og þetta er eitthvað sem er tekið út af þriðja aðila sem þá gengur skuggum það að okkar bókhald sé í lagi og þá leiðandi þurfa okkar viðskiptavinir ekki að hafa áhyggjur af því. Neytendur og aðrir hafa áhuga á því að vita hver uppruni vörunar. Í sumum tilfellum það forsenda fyrir sölu á vörum að þær uppfylli ákveðin umhverfisskilyrði framleiðslan á þeim. Það sem við höfum orðið í vaxandi mæli orðið svo var við áhugi okkar viðskiptavina á að fylgjast með kolefnisfótspori vörunar. Það eru virkilega ferðaskrifstofur sem hafa verið að velja okkur út af því að þeir þekkja Earthcheck, þeir þekkja að það sé stíft ferli sem að þú þarft að fara í gegnum til að standast það. HB Grandi hefur verið stuðningsaðili að ábyrgum fiskveiðum og vottunum á ábyrgum fiskveiðum Íslendinga frá upphafi og við ætlum okkur að vera það áfram og markmiðið er að stunda raunverulega ábyrga veiðar hér á Ísland og sýna fram á það. Þannig að hver sem áhuga hefur á að kynna sér málið, sjáu það hér faglega staðið að málum. Ísland er þekkt fyrir að vera framarlega í sjávarútvegi í heiminum og fyrir okkar ímynd, bæði Íslendinga og ímynd þessa fyrirtækis, þá er mjög mikilvægt að geta sýnt fram á að við höfum vottaða veiðar. Þannig að það eykur trúverðugleika okkar sem fyrirtækis og bætir okkar ímynd. Erfiðasta áskorunin var sú að fá starfsfólki til að leika með, fá fólk til að skilja hvað við erum að gera og vilja taka þátt í því. En það verður alltaf auðveldara með hverju árinu, fólk er meira og meira að flokka til dæmis heima á sér og hugsa hvaða áhrif það eru á umhverfið. En það var frekar erfitt til að byrja með en þetta verður alltaf betra og betra sem betur fer. Eins og mér skilst þá var þetta mun minna mál heldur en ætla mætti og það byggist á því starfi sem hefði verið unnið hér áratuginn á undan og það þurfti að skipta út sárafáum efnum og var ekki breyting á byrgjum en það var ákveðin skriffinnska og þurfti að geta staðfest að ákveðinir hlutir væru eins og þeir eru sagðir vera. En heilt yfir gekk þetta vel fyrir sig og hafði ekki mikil áhrif á starfsemina.